Góðan daginn. Gaman að sjá þennan fallega hóp hérna, þessa morgunstund. Við ætlum að fjalla stafrænan textíl og hringrásarhagkerfið og við erum búin að fá hérna mjög flott fólk til þess að segja okkur frá þessu efni og ég hlakka til að heyra frá þeirra innleggi. Ég heiti Karl Friðriksson og starfa hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Ég held að við ætlum bara að hafa þetta svona tiltölulega snöggt, þar segja að við ætlum að halda dagskrá. Þannig að ég ætla að bjóða bara hingað upp í pontu Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur, ráðherra. Gjörðu svo vel. Hún ætlar að ávarpa okkur. Komið sæl öll sömul. Það ótrúlega gaman að sjá hvað vel mætt á þessa málstofu. Það bara fullt út úr dyrum. Ég vildi að ég gæti setið allan tíman en þessi dagur verður þannig að ég þarf að hlaupa. En það gott að geta byrjað hér. Kæru gestir, það mér sönn ánægja að ávarpa ykkur í upphafi þessara merku málstofu. Það var fyrr á þessu ári sem þær heimsóttu mig frá þekkingasetrinu á Blönduósi og Textílsetri Íslands, Jóhanna Erla Pálmadóttir og Elsa Arnardóttir, til að ræða hvaða möguleikar væru fyrir hendi í textíliðnaðinum hér á landi. Þetta kom nú til meðal annars eftir heimsókn mína þangað og allt gott það að segja. Það var fljótlega ljóst að nánari greiningu þessu væri kjöruverkefni fyrir Nýsköpunarmiðstöð. Þessir aðilar leiddu því saman hesta sína og í dag sjáum við árangurinn. Viðamikla og vandaða úttekt, opnun heimasíðu stafrænan textíl og auðvitað sjálfa málstofuna og erindin sem hér verða haldin. Allt þetta veitir vonandi innblástur fyrir frekari sókn á þessu sviði. Vefnaður og prjónaskapur hefur öldum saman verið snar þáttur í lífi Íslendinga. Þetta birtist okkur meðal annars í sjálfu tungumálinu. Við tölum jú að hafa eitthvað á prjónunum og neyðin kenni naktri konu að spinna, körlum líka held ég að hljóta vera. Stórfelldur ullariðnaður var tíma með miklum blóma hér á landi. Þegar best lét á árunum upp úr 1980 voru fyrirtækin 50 talsins og starfsmenn þeirra 2000. Tæknibreytingar og erlend samkeppni saumuðu síðan hressilega að greininni, með þeim afleiðingum að fyrirtækjum og störfum snar fækkaði. En tæknin stendur aldrei í stað og ekki markaðar heldur. Allt breytingum háð, sífellt hraðari og hraðari breytingum. Það undir okkur komið að nýta tækifærin sem í þeim felast. Textíliðnaðurinn hefur einkennst af miklum og eiginlegum viðstöðulausum tækniframförum á undanförnum árum og áratugum. Polyester, Gore-Tex, líkra, nanóefni og nú síðast þrívítaprentun, snjallefni eða e-textílvörur með innbyggðum rafeindabúnaði og jafnvel sjálfformandi efni. Framfarirnar og nýjungarnar eru viðstöðulausar. Samhliða þessu eykst sífellt þverfagleg nálgun þar sem hefðbundin textíl skarast við hönnun, verkfræði og efnisfræði. Og nýjungarnar eru ekki bara leikföng og sýningagripir, heldur geta haft úrslita þýðingu heilsu, lífsgæði, aðgengi, öryggi, umhverfisvernd og sjálfbærni og fleiri slík gildi sem við metum mikils. Tækifærin fyrir Ísland eru margvísleg. Ég held að það sé gagnlegt að hugsa það í 3 víddum: hönnun, hráefni og handverk. Viðskiptavinir nútímans gera aukna kröfur að fá upplýsingar þetta allt saman. Gamli merkimiðinn sem segir made in, hann dugar ekki lengur til. Made in segir ekki einu sinni hálfa söguna, því öll sagan hefur að minnstakosti 3 víddir. Made in, made from og designed in. Made in handverkið. Hvar þetta framleitt? Made from hráefnið. Úr hverju þetta framleitt? Og designed by að sjálfsögðu hönnunin. Hver hannaði þetta? Apple fyrirtækið hefur verið á undan sinni samtíð í mörgum skilningi og meðal annars þessum. Á flestum vörum frá Apple stendur með smáum stöfum Designed by Apple in California, assembled in China. Eða hannað af Apple í Kaliforníu, sett saman í Kína. Þið sjáu þetta væntanlega á farsímanum ykkar ef þið gáið vandlega. Það stendur hvergi made in af því að það úreltur og takmarkaður merkimiði. Við sem neytendur leggjum mismikla áherslu
á víddirnar 3 eftir því hvað við erum að kaupa. Þegar við kaupum kaffi eða vín eða ull spyrjum við kannski, kaffið frá Kólumbíu, vínið frá Burgundi, ullin frá Kasmír. Þá það hráefni sem skiptir mestu. Þegar við kaupum úr eða förum á sushi veitingastað, þá spyrjum við kannski, úrið framleitt í Sviss? Kokkurinn japanskur? Eða lærði hann í Japan? Af því þá það handverkið sem skiptir mestu máli. Þegar við kaupum húsgögn eða föt, þá spyrjum við kannski og sumir, þetta danskt merki? Þetta franskt merki? Af því þá það hönnunin sem skiptir mestu. Og nútíma viðskiptavinir eru ekki bara tilbúnir til að borga meira fyrir það sem varan heldur líka fyrir það sem varan ekki. Að hún sé ekki framleidd af börnum eða í hálfgerðum þrælabúðum. Að hún sé ekki framleidd með aðferðum sem eru skaðlegar umhverfinu. Allt þetta skiptir sífellt meira máli og öllu þessum sviðum hefur íslensku textíl mikla möguleika. Hráefni fyrsta flokks, handverkið fyrsta flokks, hönnunin fyrsta flokks. Íslenski fataframleiðendur, hönnuðir og handverksfólk hafa gripið þessi tækifæri svo eftir hefur verið tekið víða heim. Eitt af því sem hefur skapað tækifærin auðvitað aukinn straumur ferðamanna og aukinn áhugi á Íslandi af ýmsum ástæðum sem við þekkjum öll. Sem ráðherra bæði iðnaðar og neytendamála leiði í hugann talsvert af því hvort við getum ekki líka séð til þess að neytendur fái þær upplýsingar sem þeir óska eftir vörurnar sem þeir kaupa. Hvar hún framleidd, úr hverju og hver hannaði? Framleiðendur geta líka sjálfur sýnt frumkvæði í þessum efnum eins og Apple hefur gert, því að þótt ríkið sé til ýmissa hluta nytsamlegt, þá þarf það ekki að leysa hvers manns vanda heldur. Í skýrslunni sem gefin út samhliða þessari málstofu bent á ýmsar hugmyndir sem við munum skoða vandlega í framhaldinu. Sumt af því varðar hina vísindalegu hlið mála, eins og lífhermitilraunir, þróun nýrra efnasambanda og sérhönnuð efni í sérhæfðar vörur á borð við stoðtækni hjá Össuri. Í því sambandi má ég til með að nefna að við höfum nú lagt fram á Alþingi frumvarp að tvöfalda viðmið í endurgreiðslukerfi rannsóknar og þróunarverkefna í atvinnulífinu, sem ætti að verða lyftustöng fyrir fjárfrek þróunarverkefni. Annað kostar kannski minna en engu að síður mikilvægt eins og þverfaglegt samstarf og hvatning og aðstæða fyrir ungt fólk sem að feta sín fyrstu skref. Mig langar til að þakka öllum sem hafa lagt mikið á sig til að gera daginn í dag að veruleika, málstofuna, skýrsluna og vefsíðuna. Það verðugt verkefni að nýta þetta góða starf sem stökkpall til sóknar fyrir íslenskan textíliðnað. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Þórður Kolbrún. Valin orð fyrir okkur og ykkur sem þetta eru áskoranir á sviði textíl sem við höfum að takast á núna á næstu misserum. Við erum búin að fá góðan gest frá Barcelona sem Anastasia. Hún grískur arkitekt sem sérhæfir sig í stafræni framleiðslu, hönnun og menntuð sem slík. Hún með meistaragráðu frá Institute of Advanced Architecture og Katalóníu frá 2011 og starfa sem slík hjá Advanced Architecture Katalóníu og Fab Lab Barcelona og stjórnandi og stofnandi Fab Textil þar í borg, Fab Textil Research Lab. Hún ætlar að segja okkur svona frá nýjustu straumum á þessu sviði og ég hlakka mjög mikið til að heyra hennar innlegg. Anastasia, I have introduced you a little bit. You're there. And the floor is yours. So it's very nice that I'm here. First time in Iceland. And thank you so much for inviting me. It's been many years that we are collaborating. We know each other. I know many people that are here today, and I'm very happy to see faces again. I'm very connected with Iceland because I work daily with a person from Iceland. It's our best designer in Fab Lab Barcelona. It's Ingi Freyr. And together we did this bag. So I will show a small video. This is the bag. Up. Yes. I will show a small video that Ingi made. Oh,
here. So he made this. We made this bag together. He started designing. It's this one. And I started introducing him to the concept of distributed manufacturing, the concept that you can have nowadays a digital file, and you can import-export only a file. You don't need to import and export goods anymore. So we can send this file to Kenya or to Costa Rica, and then we can manufacture different bags only with using one file, that they are using local materials. So it's like one design, a million products, no? So he was doing his design studies in the Institute IED, and he was dreaming of having a fab lab, and this is his dream. I don't know if it will be up. It will load. I will let it load a little bit. So the concept of this bag is not a bag, actually. It's more that we need to change the way we produce, and we need to change the way we consume, no? Because, yes, we have been shipping products in and out, but nowadays we have digital technology, we have internet. We learn everything by Google. We cannot pretend that our children will keep on learning the same way we have learned, no? The child comes back from school and says, Mom, the teacher said this, but on Google it's something else. Which is the truth? No? So this is also the concept of the Fab Lab, no? That it's like a manifestation. It's a way that you do something as an act to showcase or to be able to manifest a concept. So this bag was the beginning of the story. Okay, so I will let it load a little bit more. So this student, Ingi, that is nowadays working for the last 4 years with us in the Fab Lab Barcelona, he didn't have digital fabrication. He didn't have a Fab Lab in his school. So he was understanding what is the possibility of being able to open a very quick dialogue between an idea and the digital fabrication, the rapid prototyping. Nowadays, we can actually design something in the computer and very, very quickly have a tangible artifact, a very little prototype that we can actually test our idea. Back in 50 years ago, we would have to send the files to a technician somewhere that can manufacture with injection molding this prototype and then get it back, do the update. So this dialogue was a little bit like a broken telephone. Now it's like seamless dialogue between us, our bodies also, and technology. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hand. Okay. So
this bag is a bag that is open source. And there are 3 ways that you can obtain it. You can either download the file, which means that the designer nowadays has to change his role and maybe have to create some digital files that he will put on the internet, and then people can, for example, buy this design from Calvin Klein or this design from, only digitally. The second way is that you can go to a Fab Lab and learn how to make it on your own. So it's not only the product, but it's the experience and the learning procedure. And the third option is that you can ask from your local Fab Lab to make it. So this is the way we imagine this distributed design market. It's another project that we are having together also with Frosty. And this is a little bit how we imagine this local manufacturing but globally connected network. I will not try to play more this video. So here, yes. And then my second experience and very nice story is when in 2016, the Association of Apparel and Textile Secondary School Teachers, that most of them are here today and I feel very honored, they came for a week in Barcelona so that they would get introduced to these new technologies, this innovation. And we had an amazing week. We did laser cutting, we did 3D printing, digital 3D modeling, hacking the machines, working with biomaterials, all a very condensed, very nice week. And actually for me also it was very nice because normally I have to teach with people that they are in their master programs, they are 24, 25. And it was very nice to see how easier it is to be with people that they have the educational training, the capability, and they can actually understand and learn very easy these techniques. And then the last is that last year we launched this educational program that is it is distributed and it's being held in many places of the world at the same time, which is called the Textile Academy. And we had the Linda Wonders as a student from Fab Lab. She was working in Fab Lab in Reykjavik, and she was doing the academy, so she got this training that we offer nowadays in a distributed educational way. So I come from Greece, as you heard, but I live in Barcelona for the last 8 years. I'm an architect as a training, and I founded the Fab Textiles and Materials Research Lab in Fab Lab Barcelona in 2013. Fab Lab Barcelona is a small, is inside IAC. It's a small, independent and global school. And we mainly work nowadays with the different research labs that we have, that they are mainly funded by the European Union. We also have external services, and we also do research, but let's say our mainstream of income comes from proposals that we send to the European Union. And I started working with textiles, not because I like textiles necessarily, but it was a need. I think it was a need for innovation. It was an answer, I was in the Fab Lab, the Fab Lab network, and I would only see people that they come from engineering background on architecture, and I wouldn't see users that have a profile of artists of art or of textile or fashion or more like design. So I thought it is very relevant to talk about a specific industry, and talking about this specific industry that is actually the most cutting edge in innovation industry, because it's massively producing, and it's like a very well set up industry. So it was the first industry in the first industrial revolution to actually implement
the mass production, the machinery, in order to be able to serve the needs of the public. And in the first industrial revolution, they say that, oh, this is the democratization of fashion, because before you would have to go to the tailor, and not all the people would be able to go to the tailor. It was about social discrimination. So actually when we started this implementing machinery and starting to be able to produce this sizing, small, medium, large, extra large, this bespoke, let's say. Then it was when the democratization of fashion happened. And now, I think nowadays we live a second democratization of fashion, or a third, who knows, I don't know. The thing is that this capability of the fashion industry and this very forward-thinking and innovative and very cutting-edge technology of the fashion industry has also some downsides. And the thing is that we have overpassed what we can do, and we are overproducing. And there is a need to reflect. There is a need to reflect on all this, let's say, intelligence that has been implemented for the last 100 years of Industrial Revolution, in order to be able to improve and fix the mistakes that we have done. So nowadays we are overproducing. Actually, we are producing the same amount that we are disposing, exactly. So we are producing the same things that we are throwing away. And sometimes you wonder, what has changed? It was in 1905 that yarn spinning was like that. And 100 years later, it's the same image, no? Only that you have some more automation and safety measures. But this is not reflecting to what is the true society nowadays, because we are not actually designing, we are not manufacturing the same way we have been doing 100 years ago. So what happened? Maybe we didn't dream enough, or no, I think we dreamed enough. I think that what the literature of science fiction in the 1960s was saying, that we will have some glasses that we will be able to see another reality, nowadays is becoming reality. And yes, all the things that we imagine, and the scientific literature writers wrote in their books, the Scanner Darkly, or this dystopian or utopian futures, they are nowadays reality. So beware what you wish for the future, because it will become reality. And have this in mind, that we have intentions, and our intentions are the way that we go. So, and nowadays we implement technology. Actually, our body is the first interface of technology. And not only we implement technology in order to be able to measure our body, track our exercise, or for medical reason, or for being able to have a better integration with the society in case that there are people with disabilities. So this is why technology is helping. But not only for that, we actually changed our aesthetics. And 10 years ago, we would never be able to imagine that this would be a garment, no? Because there was not 3D printing, no? 3D printing is 30 years old, but you would not imagine this aesthetic, and you would, in 5 years, you will not imagine that people will be walking in the street with some weird glasses, but this will be the aesthetic that you have actually integrated and digested. I'm not saying this is bad or good. I'm just saying that we are a very adaptable species, and that
things that we wouldn't be able to imagine before, now we are imagining. So Buckminster Fuller said that actually you will never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. And this is where actually the system is changing, and this is where the maker movement, the Fab Lab network, and this open source culture is coming in the game. Because nowadays we have, like, this is an image from the New York Times from 2010, I believe, which is called personal computing, personal fabrication, which means that I will be able to be sitting in my computer in my house and be able to produce anything that I need from my house, from my computer. And then at the same time, we are also fermenting this open source culture, which means that we are heading away from a mentality of patents, but we are doing a common global development of innovation all together, and this is how we iterate to new technologies. And the idea is manifested, let's say, in this Fab Lab network, where we teach how to make almost anything. For the ones that they don't know, Fab Lab network is 15 years old now. It started in MIT by Professor Neil Gershenfeld, and the idea is to have shared infrastructure, hardware and software between peers, between nodes all over the world, which means that if I am working in Barcelona, tomorrow I can work in Iceland in the same exactly environment. So I have the same tools, I talk the same language, and this is also fermenting this distributed manufacturing concept. But the Fab Lab network is not about tools, it's not about hardware or software, it's about the people. So each place has its own identity because there are different people with their identities inside. In general, it's something that it's not like a franchise, it's something that everybody can tune it, hack it, and customize it and adapt it to his own will. So nowadays, after 14 years, we have almost 1,300 labs all over the world, and the Fab Textiles Laboratory is the first textile laboratory, the Fab Lab network. We research on future wearable technologies, biomaterials, digital fabrication, and now we are being funded by a program that is called TCBL, Textile Clothing and Business Labs. Last year we launched this Textile Academy educational program. And in general, we do many different things. We investigate, research what are the implications and applications of digital fabrication to the textile, fashion, and wearable industry. And we have launched also an open source circular fashion catalog where people can actually upload their patterns. And people can download in PDF their patterns. There are different kind of patterns. Some of them, they are modular. Some of them, they are normal clothing patterns. You can either laser cut them or print them in a PDF in paper and then draft and make your own clothes. So I invite you all to populate this platform. I have been populating a lot this platform to make this work. And these are different projects that we are sharing with the community. This one in concrete is an exercise that I do with my students, which is how to think about garments as if they were a puzzle, how to think about them as if they were a game, how to imagine a reconfigurable garments that I can assemble and disassemble and make different products. And how can I actually create seamless garments that they don't require sewing? So this is like an exhibition in Costa Rica after teaching for a week there, where the students, they apply this modular system pattern making into their creations. And basically,
after being in the Fab Lab network, so basically what happens with new technologies is that you get very fascinated. You get fascinated, and then you really, really want to like use the maximum you can and like be able to design and fabricate. It's like magic, the fact that you can actually make anything you want. No? But after being many years in the Fab Lab network, I had also the time to reflect on asking, actually, okay, in design education, I have been designing. I know that I can design anything and I can prototype, but where does the material come from? And it's very important in terms of like circular thinking and circular economy to actually close the loop. It's very important to be aware of where does the raw material come from. This is the way we should be learning design. It's not that I design a perfect product and it can be like a Mac and it can like be one single product, but we should always think about the afterlife of the product and where does the material come from. So we have this research in the lab, which is make your own material. It's very important to understand what are the local resources and how we have been like extracting resources from the world, and also to understand, for example, if you are working with cotton, if your cotton is coming from genetically modified crops, which is the 90% nowadays of the cotton industry. So it's very important to understand where the material comes from and where does the material go. So we have published 2 books. One is The Secrets of Bioplastic and the other is the Bioplastic Cookbook, where we create recipes for making our own bioplastics, and they are open to the public so that each one can make. It's towards material activism. So these are some bioplastic bags. They have been there for the last 3 years. Nothing happened to them. They are not waterproof, but you can actually go for groceries with them. And we have also made some, let's say, garments in the thinking of how if we are talking about like fast fashion, which is like I consume a lot and I will be continuing consuming a lot, then why don't we think about the biodegradable fashion that I can actually consume but have my ethics, let's say, clean, so that the thing that I am consuming it will actually biodegrade in the environment without any harm. And we have been also testing techniques for 3D printing with bioplastics. We have done many different tests, and I have actually brought some examples there in the back after the conference so that you can see. And not only designing your own material, but you can actually grow your own material. So we have been growing this bacterial leather, this vegetal leather. After like doing this for like more than 4 years now, this material is actually real leather. It's perfect. So things need time. You need to actually work with the matter in order to be able to understand how the matter works. And then it's about being conscious. So it's very, you can actually choose if you want to work with biomaterials or like with sustainability, or if you want just to work with other materials. But it's about being conscious. It's about making a decision. So, for example, if you are working with a very harmful material, now I'm working, for example, with PVC. It's again, look in the circle of production, and if you make sure that this material can go back into the process of manufacturing, then it's harmless. So it's not only working on biomaterials, on like sustainable materials, or biodegradable or compostable materials, but it's also working in closed loops. So this is not a painting, it's the chemicals of the fashion industry that they are contaminating the rivers. I guess that all of you that are more relevant, they know about these things, that the fashion industry is the second most contaminating industry after oil in water pollution, but this is far away from our reality. And what we have been working on as
as a research project together with the Textile Lab Amsterdam of Wax Society. Inside this European project of textile clothing and business labs is this textile bacteria dyeing. So we use living organisms, we use bacteria in order to be able to give color to the fabric. And these are chromobacteria, and actually they are very productive, so they do their job. You inoculate a very small piece of bacteria and then it starts growing, dyeing the fabric. And it's very interesting because it's also, again, talks about how the role of the designer is changing nowadays, because this is a symbiosis between nature, a living organism, and the designer. So we don't know who is the designer here. Is it the bacteria, or is it the person that put the loop and inoculated the textile or folded the textile? So it's working together with nature. No, it's this synergy between a living organism and the human, no, and the design. So talking about design, when we talk about material and when we make our own material, we can actually impose the performance of the material. So it's not that I get some matter and it functions like that and I have to design with it. It's that I am designing the material so that it will be elastic 10%, waterproof. I am designing the material, so I am actually imposing the performance. I am designing the performance of the material, and I can actually design it digitally. I can work with digital 3D modeling, and I can actually impose how my material will perform in a visual and virtual space. So this is anatomy of a tree, and as you know, like the tree has the same matter all over, but different, let's say, densities. So according to the different densities, you have different functions. And this is a 3D printed sole where you can actually put different densities where you want, so that you have more elastic or less elastic parts. And when we do this kind of design, we do not, I think this video will not play. Yes. Okay. It's fine, yes. So when we design something, nowadays we do not think anymore about designing a product, but we think about designing a system. So we create an algorithm where we can actually play with these parameters, and we can define how we want our design to be. And then we have one file where we have many, many different variations of the same product. This is called parametric design. This is called computational design. This means that we create a system that will be able to produce various outcomes, and then once I have the outcome that I like, I can actually fabricate and prototype. This is parametric modeling. It's like the creation of a 3D printed dress. So it's you start like with a very simple surface, and then you do some commands in computational design for subdivision, attractor points, and then you can actually have this system where you can actually play with it. And then then the next step is prototyping. So prototyping, there are different digital fabrication techniques, such as laser cutting. And in terms of like 3D printing, we have developed some techniques that they are relevant for the textile industry. We believe actually that 3D printing is upcoming, and there will be a lot of 3D printing for fashion,
on fabrics, as fabrics, or for fabrics. So these are 3D printed patterns that they are printed on textiles. And we have defined, let's say, 3 main areas where you can apply 3D printing in fashion. The one is applying it in accessories, in more rigid elements. The second one is applying it in chain-like structures, so they are performing like textiles. It's like a chain mail, so it's like many different modules that they are connected together. The third one is creating by geometry elastic patterns. The third one, so flexible auxetic structures. And the fourth one is applying 3D printing directly on fabric. So if you apply 3D printing directly on fabric, you can actually also make 3D volume, and you can actually make a 3D garment out of a flat 3D print pieces. There are also other techniques. Lately, this year, we have been working on with leather molding techniques, which is one of my favorite because it combines craftsmanship with digital fabrication. So we create 3D molds that we mill in the milling machine, and then we do the cuir-buir, like this old technique of leather molding, which is bringing also the craftsman back in the game, no? Because digital fabrication is another tool. It's not a tool that is coming to replace the traditional techniques. It's another tool that you can use with your design. So when you combine a technique that is actually becoming obsolete, because now in mass production you do not have anymore this artisan, this craftsman that will actually be able to make a living. When you bring this back in the game through digital fabrication, creating very innovative and very fresh patterns and idea, then it's where you are when you are starting to being a game changer, no? So we also work with wearable technology, and wearable technology is implementing electronics on the body. As we said before, our body is the first interface of technology. Actually, our phone is like an extension of our hand nowadays. And this was the first, let's say, prototype that we made. It's what we call the fridge bag. It's a bag that when you open it, it turns on the light so that you can see what there is inside. And we worked a lot with small, medium enterprises and startups that they work with wearable technology. We work with this startup, so there are not many people actually that they are developing these things. And when you start doing something, then suddenly many people will come and ask you if you can help, no? And this is also how you get the training. And many times what we saw is that in innovation, inside the innovation, it's not that you are doing something very lower, let's say, level than Intel. Intel is working in the same thing at the same time exactly. So do not underestimate the fact that you are developing and you are doing something innovative, because this is where innovation comes from. No? So this was the first vision. It was embedding and implementing a camera with an antenna on a T-shirt for football players, so that people can see from the eyes of the football player the game. And the biggest learning in this project development is that you have actually to make a lot of iterations when you are developing a new product or a new, let's say, project. You need to make a quick prototype, then test it in the field, then make a second iteration, then test it again. So all these small iterations, they cannot happen actually in the big industry, because the industries, they have, let's say, minimized the R&D departments, because they had as a goal
to be able to produce more and faster and cheaper. So this was the goal of the industry. But if the industry continues to do this, then it will be completely outdated, because we have new tools, we have new technologies, we have new materials. 70% of the innovation nowadays happens because of new materials. So if the industry doesn't actually implement, again, R&D departments inside the department, or like collaborative in a network, then the industry will get outdated. So these people, they came to the Fab Lab because they went before to the industry. There is an industry in Barcelona that actually makes wearable development. But they asked for one prototype, 20,000 euros. And in this case, in 9 months, we did 9 prototypes. This is a startup. They are searching for venture capital. They are searching for money. How can they pay somebody? So it's more about working together, and they are learning at the same time I'm learning and making mistakes. And actually, it's a lot better for them, because if you commission this to somebody else, then you will never learn how it works. So you will never be able to update it. So this is how the Fab Lab can function now, because it can function like an incubation space, let's say, until the market, we could say. And nowadays, we don't say only until the market, because this is prototyping, iteration, and then you can actually do the mass production. But nowadays, we don't say even mass production. We say distributed manufacturing. So it's changing a lot the way our society works. So when when we are talking about manufacturing, I mean, I can talk forever, so you need to stop me when you're tired. So when we talk about manufacturing, and what we said before is that we cannot believe that we can still continue working with the machines that we have been working for the last 100 years. Of course, there is a lot of knowledge. When Buckminster Fuller said, in order to change something, you need to make the current obsolete. In order to make the current obsolete, you need to know how it works in order to make it obsolete. So you have a lot to learn from the industry. They have overpassed material flows before anybody else. They are competing. They are following standards. So there is a lot to learn from the industry, but also, there is a need for creating new tools. So, new manufacturing processes, completely different. Let's say that before, 30 years ago, there was no 3D printing, and suddenly there is a new manufacturing process. It's additive manufacturing. It's not anymore subtractive manufacturing. So, when we design, we do not design an object, but we design our material, we design our tool, and we design our process. And this is our system, inside which we will start iterating in order to be able to make each time a new product. So this is a tool that we made with some students in 2013 at IAC. That was a tool that was spraying natural fibers directly on a mannequin that it was rotating. So at the same time, with natural glue and compressed air, so at the same time that we were creating the non-woven material, we were creating the garment. So it's a completely different process than the normal process for making garments, because normally when you make garments, you make the textile first, and then you do the pattern and the draping over the body. In this case, at the same time you do the fabric, you do the garment. It's in one go. So you directly spray on the body in the 3D structure. And you have also other tools that they are open source and that you can actually reproduce. And you can yes, it will. Is there? Maybe I can. Sorry. So not only that
you can create your own tools and your new processes. So you create your own material, your tool, and your process. But you can also, it doesn't matter, I will not play it. It's here. It's down, more down. Yes, so you can actually open source your new machine and your new process. And this is a very nice project from some friends in Estonia, that they created this open source circular knitting machine. And it is a piece for knitting, circular knitting, and it's all made out of parts that you can buy from Amazon, and you can 3D print on your own. So this is a tool that actually not many people have nowadays in their houses or in their fab labs, and it's but it exists in the industry. So it's very important that we create these tools that they can actually be open source and many people can make them, and they can actually bring productivity and manufacturing locally. Now, this is all 3D printed parts, and you can find online all the files so that you can actually replicate the whole machine. So at IAC we also, again, under the concept of helping all techniques not to be, rescuing all techniques not to be forgotten, we also did the hack of a robot in order to be able to print with wax. So an old technique that is called batik, where you can actually draw on wax, on the fabric, on the silk, and then you paint it to color it. This is a batik technique, very, very old traditional technique in India, and a very, it was before silk screen printing, the way we were having different patterns on fabrics. So in order not to lose this technique, because now we have digital printing, we actually automate. Instead of doing it by hand, the painting with the wax, we automate the robot so that we can send any kind of design that we do in the computer, and the computer can actually follow it. And then in the end of the loop, when it comes up to recycling and remanufacturing, these things many times they go together, no? So you recycle something and then you remanufacturing. So we talk about upcycling, we talk about downcycling. The difference is that upcycling, you can take waste bags of plastic and you can make something that is, let's say, a lamp that has a very higher cost. So this is how you upcycle something. Downcycling is like that you are reusing something, but it doesn't mean necessarily that it will have a higher value, but it's still being reused. So this is, for example, a project that we also implemented. It's an open source project that we have implemented in the Fab Lab. So we have taken some open source files from online, and we have set up this precious plastic cycle so that we can actually crush and recycle our own plastics. This project is amazing. It's from the Netherlands, and there are millions of people in the world that they are replicating these machines in order to be able to self-recycle plastics. And then this was the end of the circle. Basically what we do, and I show you a little bit like that we do like development, research, a lot of education, and these collaborations with some startups that they come. But we also have residencies, and this was like, let's say, the most inspiring part in my work through the years in Barcelona, because we had this program for artistic residencies where we can make an open call and artists can come and they can, it's called Digital Fabrication Meets the Crafts.
And we were collaborating with some different fab labs in the network and schools, so that we had different artists going in the different places. And we had around like 15 artists throughout the 2 years doing different projects that they combine the crafts and digital fabrication. In this project, we developed this wearable with Ricardo Nascimento, that is a wearable that is dancing with music. So actually these pompons that you can see, these fairs, they are actually trembling when there is sound. So it's a garment that is dancing. And of course, because innovation is not only about implementing something for the market, but it's also something for art. And actually in MIT Technology Review, in this article about new mediums, they say that it was the art that brought technology forward, because the mind of the artist that doesn't have limit is the one that actually requires and demands innovation. So, and this other one is from Christian Rizzuti. We developed actually, again, I had an intern from Iceland that is a designer, fashion designer, and she was working with me on this project. And we developed a suit for a dancer that actually has some sensors, and the dancer is playing music with his movement. So it's about thinking how the body becomes an interface. It's about thinking how the body becomes an instrument. And there are many people in the field. In this one, we developed our own stretch sensors, very low-cost DIY stretch sensor for measuring the body movement. And this is like the rapid prototyping. So we create like this circuitry, and then after we create the board so that the artist can dance with sound. I will not play this video. And also another artistic residency was with another artist that she wanted us to develop new materials. So we developed 3D printed textiles, molded textiles, biomaterials for her fashion show. And then we have like a lot of exhibitions since 2013 showcasing what are, let's say, the last trends and the last findings in innovative wearable technology and digital fabrication applied to fashion. So you can see 3D printed garments, completely biodegradable biomaterials, 3D printed shoes from different artists that work inside the content of the Fab Lab network. And last year we had a fashion show in Chile. And then basically after having all this practice and understanding that, and it's very important to understand that this thing that I said before, and I want to say again, that you need to understand that if you are doing innovation, there is nothing different between somebody in his garage and somebody that works for Google. Now it's because it's at the same point, at the same moment, and everybody is learning from internet. So finally, if the more you share, the more you will be able to learn. No? So, and this, I wouldn't believe it before, but every time it comes again and again. So don't be afraid. So we have been working with this program, the Textile Clothing Business Labs. And this program is about rethinking the industry. The factory is the new makerspace. This is responding also to implementing R&D departments inside the factories. And we work with these 6 business pilots. The one is natural fibers. So it's about monitoring the whole circle from the farmer to the final garment.
The other one is short runs, so how we can make small productions being very sustainable, no? If we don't want like to produce 1 million garments. Then the other one is the bioshades, the textile bacteria dyeing that I mentioned before. Digital heritage is a very, very big issue nowadays in the textile industry. How we can actually archive and digitalize all this history, no? So they are like big companies that they have like archives of material made from like 150 years ago, and there is a need for digitalization, how we can actually digitalize our heritage. Eco-friendly production, so it's from fiber down to the final customer. And then the independents. The independents are how we can promote independent fashion designers so that they can actually live in this ecosystem. I will show you what is TCBL. I would like to, but so. Yes, here. So I will let it charge a little bit. Yeah. TCBL, Textile and Clothing Business Labs, is a research and innovation project funded by the European Union's Horizon 2020 programme. TCBL brings together 22 organisations from 11 EU member states. The 4-year plan runs from July 2015 through June 2019. TCBL is building a multifaceted business ecosystem of textile and clothing enterprises, innovation labs, service providers, and business advisors, all working together to create alternative path to overproduction and diminishing value. The project's goal is to return 5% of production capacity to Europe and reduce the industry's environmental footprint 20% by the year 2025. Redirect the EU's T&C sector away from price-based competition to move towards knowledge-based competition instead, in order to reach economic, environmental, and social sustainability. In its first 2 years of operations, TCBL has built a valued-based community of 136 enterprises, 28 business labs, 75 expert advisors, 12 service providers, 7 startups, all of whom are working together towards shared goals. The TCBL ecosystem is composed of 4 types of associates who actively contribute to the project's goals. Labs provide innovation spaces for creativity, entrepreneurship, and a small production, with shared facilities, learning materials, case studies, challenges, and solutions. Associate enterprises are textiles and clothing businesses of any size who wish to innovate business systems to build a more inclusive, sustainable, and prosperous production ecosystem. Associate advisors are consultants of various forms who provide technical support to the various elements of the TCBL community. Associate services are a range of online business services that help member companies effectively deploy new business model concepts. The TCBL community creates a low-risk environment in which to experiment with new systems. Its complex structure, built of community and services, helps fuel innovation. Benefits of joining are immediately becoming part of a community of innovative companies under TCBL label, getting access to services that test innovative approaches to the revitalization of the textile and clothing sector, becoming part of the co-design of innovative value chains to benefit your businesses. Joining the TCBL community is easy and free. Simply log in at the top of the website and fill out the simple profile information requested. As a registered member of the TCBL community, you'll receive a monthly newsletter and can join in on forum discussions on the website. You will also have access to a range of services that you can access with the same login. Registered members can choose to take further steps towards involvement as one of the types of associates. TCBL, reinventing the European textile and clothing sector by exploring new ways to design, make, and work together. Join the movement.
So this is the project that we have been working on with textile bacteria dyeing. Sorry. And yeah, I need to go there. And it's very interesting because it is actually putting together people like me, that I am a creative, that I am I'm very technical, I have technical knowledge, but at the same table with somebody that has needs for his business, has needs for being able to maintain his manufacturing facility, and also the other part that is somebody that can actually automate these, create platforms, make the networking. So it's nice because it is multiscalar, no? So it is something that it puts people together and everybody can be part of it. And through this project, we started this new textile academy. Because as I said in the beginning, we cannot pretend that education will be the same that we had 20 years ago. I remember that when I was studying in school, when I was 12, we didn't have computer class. We didn't have computers. Nowadays, the children get to have computer class since they are 8 years old, no, in the school. I don't know how, 10, let's say, for example. So it's the same with digital fabrication. We didn't have digital fabrication, but in every school there will be a fab lab, there will be a making lab. It's the same like the computer lab. You have to imagine it's something like that. And at the same time, it's not the same way you learn, because you learn, but your stimuli is not only the teacher in the room, but it's the world. So in this case, we follow this Fab Lab, Fab Academy fashion, the way that they actually make distributed education and they teach. And we started this program, which is actually the program that we believe that is responding to the needs of the textile and fashion education. And imagine that it's not about being also like a fashion designer, because we are making new disciplines that they didn't exist before. 5 years ago, we didn't have an app developer. This discipline, the discipline of virtual designer maker, or the discipline of the web developer did not exist 10 years ago. So actually we are inventing and having new disciplines. So this is what we believe is the mutation. It's an intersection between textiles, soft fabrication, and biology. And it's this course that we are doing in a distributed way in many places of the world. It's the Fabricademy. It's transdisciplinary. We have people that they are from 18 to 65 years old, because education has no age. Under the new knowledge of technology, we are all under the same denominator. Nobody knows. So knowledge has no age. So education has no age. So it's transdisciplinary and focuses on the development of new technologies applied in the textile industry. And it's broad range of applications for the new sustainable biomaterials to the upcoming wearable market. So it's very intense course that anybody can follow, or online or in his Fab Lab. And it has a different, let's say, recipe that we believe that it's demanding for every designer to have nowadays. And it is done in many places of the world at the same time through teleconferencing system. And I will close the lecture with this video, I think. Ah, yeah, you have it, no? Ah, yeah. Ah, but if it will load, yeah, it's fine, it's fine.
Anastasia Pistofidou. I'm a founder of the Fab Textiles and Material Lab in Fab Lab Barcelona. I'm Cecilia Restanti, I work at Vast Society, and I fell in love with digital fabrication at Fab Lab Amsterdam. I'm Fiore Basile, I'm working in the Fab Academy staff, I'm managing the infrastructure. We just finished a 5-day, 40-hour, very intensive boot camp. We were testing this boot camp to make a proof of concept and to find ways to improve what we have been designing as an educational program that is going to be the Fab Academy. Together with Anastasia, we had worked before in 2 different locations, but working on the same things, the same themes, mixing different disciplines, bringing them together to really make a change both in the educational systems, in the way we transfer knowledge, in the way we work around textiles and fashion and digital fabrication and biotechnology, and all together it comes to a program which is basically our dream program. The experience of this week has been very positive. It's been very stimulating to get to know different people from all over Europe, but also overseas, who work in different sectors and have a completely different approach to the things we've seen. I flew all the way down from Miami, Florida to attend this boot camp. It's my first, and it's not going to be the last. Fab Academy will be a distributed educational program throughout the global network, and people will be able to attend online and physically in their fab labs, maker spaces, garage, and wherever they are. My role in the new Textile Academy, the Fab Academy, will be to be the bridge with the Fab Lab Network community and to help the nodes and the instructor to run the program and have all the information and the materials they need. I participated remotely and it was a very great departure from my traditional practice. We had a nice connection between Fab Lab Barcelona, Fab Lab Amsterdam, and here inside in the University Hochschule Rheinbad. The most interesting topic for me was the one with bioplastics and new materials. The technology I really preferred was to make soft circuits and soft buttons and soft sensors. To make it with cheap, affordable and casual material was really a nice thing for custom projects. It's interesting because it puts my knowledge in perspective, and it makes me also see how other people approach the same material. It can be very eye-opening and very helpful for the work later on. For anyone out there that is interested in textiles, in technology, in fabrication with sustainability materials, this is the camp to be. This is the second year we are running this program, and it's perfect for me because I finally found the place that I want to be, and finally it's making me feel useful to society by teaching and being able to disseminate and share these practices. And actually it's open source. Everybody can find it on Vimeo and attend it. You don't need like anything. So you can follow it, but if you want to do the exercises, then you need to have a physical space, because it's education today is both digital and physical. So you need to combine the online with actually the making. And to close, I will close with this quote of William Gibson that he wrote in 1948, where he said, "The future is here, but it's not widely distributed." And I will say that you can rest in peace now, William Gibson, because the future is here and it is widely distributed. And
If it's not, then we can make it. Yes. That's it. Ég heiti Frosti Gíslason og ég hérna verkefnastjóri FabLab Ísland hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og hérna ég ætla að segja smá ensku. Thank you very much, Anastasia. It was very interesting and I'm so glad that you came over to spread the knowledge. We have known since we started the FabLab here in Iceland and Anastasia has been very helpful with us in selecting machines and everything in the Fab Labs and also helping us towards more textile knowledge and thank you very much. It was very interesting. En hérna Kalli leggur áherslu á að ég tali mjög stutt og hérna þannig að það var verið að gefa út hérna svona rit sem að verður núna á netinu sem að mér falið að kynna örstutt fyrir ykkur sem heitir Stafrænn textíll og aðrar nýjungar. Það verður hérna núna aðgengilegt hérna á netinu og þetta raunverulega rit sem ætlað til þess að vekja okkur til umhugsunar og nýsköpun og framtíðaráskoranir og við hönnun og framleiðslu á textíl og við erum að skoða þarna hvernig við getum nýtt okkur raunverulega stafrænar lausnir og ný viðhorf og á sviði sjálfbærni og sjálfvirkni. Og ég ætla að fara bara beint yfir í skýrsluna og við rennum afskaplega, hvað hef ég, 1 mínútu eða bara, já, valla það, ok, en allavega að Linda mér nú segja ykkur frá því hvar hún opin, þetta í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og það fullt af nýjungu sem að hún Anastasia kom meðal annars inn á og ég vil svolítið bara vekja athygli á því að þetta raunverulega hugmyndin að þessari málstofu raunverulega þetta að vekja ykkur, vil hvetja ykkur raunverulega áfram hérna til þess að hefja samtal og hvernig við getum þróað iðnaðinn áfram. Já, að við ekki bara að leyfa Linda. Það má koma fram að Linda búin að vera að vinna þessu efni fyrir okkur og búin að vinna að mínum mati að frábært starf. Linda, you have been doing a very good job in putting this together and so floor is yours now for a few seconds. Well, I can be very quick. It's fablab.is/textil. There are a few printed versions laid out on the table, and the whole publication has also been put online under this web link. Under Team Edit, you can actually click on the link and get your hands on the online version. Later on, we'll be adding some photos and references from the presentations today as well. For those who do not speak Icelandic, we also have an English version, which is down here at the bottom, basically going through all the topics. Most of them been already touched on by Anastasia. What is nice as well is that all the images are linked to all the articles if you want to do a deep dive within each of the topics. And in short, I want to thank also a lot of people that helped me with some feedback on the documents. And otherwise, I'll be as short as this. Okay, thank you very much. I'm frustrated because we are with a short time. I urge you to take up the phone or email Linda for further information on these subjects, using the website as well, and also contact Frosty in relation to FabLab operation. He is our main chief in that area, so please contact him and for further discussion on these topics. Við setjum þess að tengla líka inn á Facebook eventin, alla tengla. I don't know whether I'm speaking English or Icelandic. It's a little confusing sometimes. Anyhow, við erum núna með hérna góða fyrirvestara, Ragnheiður Björk Þórisdóttir,
maður og er kennari í framhaldsskóla. Þórsdóttir fyrir geðu. Ég ætla ekki að pressa þig á tíma, en gjörðu svo vel. Ok. Ég var nú búin að gera ráð fyrir svona korter, en ég skal nú reyna að vera svolítið svona fara hratt yfir sögu vegna þess að það er líka eftir að hlusta á Anastasíu, þá finnst mér næst í þessu búið að segja allt sem það að segja. Þannig lagað, það var mjög fróðlegt það sem hún var að koma fram með hérna. En það sem ég átti nú einblína á var stafrænn vefnaður og það sem ég er vefar í grunninn og búin að kenna vefnað og vera textilistamaður með áherslu á vefnað í 30 ár, þá ætla ég nú að halda mig við það. En ég sem sagt er búin að vera starfandi í framhaldsskóla og búin að vera kennslustjóri í listnámsbrautar og textilbrautar verkmenntaskólans á Akureyri sem ég sá reyndar að vantar í skýrsluna hennar Lindu, en það er að sjálfsögðu textilbraut þar líka sem er búin að vera í 28 ár í VFMA. Afskaplega glöð yfir þessari ráðstefnu og ennþá glaðari yfir að sjá svona marga hérna. Þannig að ég ætla að vera mjög fljót og ætla aðalega að segja ykkur bara frá digital vefstólum á Blönduósi sem að mörg ykkar vita bæði listaháskóla fólkið hérna og myndlistaskólinn og fleiri. Og svo er náttúrulega búið að vera 2 námskeið í september þar sem að Félag íslenska vefar og vefnaðarkennara fengu að koma og vera á 2 námskeiðum, stuttum námskeiðum, helganámskeiðum. Gengu afskaplega vel. Staðan hjá okkur í dag er bara svo að það er svo ofboðslega ásókn í digitalstólinn okkar að við erum eiginlega komin langt fram úr okkar björtustu vonum. Þannig að við erum eiginlega farin að huga því að kaupa nýjan stól til þess að geta haldið áfram með þessa rannsókn sem við erum líka að gera á Blönduósi varðandi skráningu og vefnaðarmynstrum. Ég var mjög glöð að heyra þegar Anastasía sagði áðan að það væri með það sem væri mjög mikilvægt. Það er að skrásetja digital, að gera stafræna fortíðina og það er það sem við erum að gera á Blönduósi. Við erum með stórt verkefni í gangi sem er stutt að ranni sem er skráning og vefnaðarmynstrum alveg frá 1930 og upp á okkar dag. Og nú þegar eru komnar yfir 1000 vefnaðarmynstur og aðeins færi uppskriftir inn í hennan gagnagrunn sem síðan verður rafrænt og á netinu. Þannig að það eru þetta rosalegur hafsjór sem við eigum af vef og vefnaðarmynstrum hér á Íslandi. Nú, bara ég ætlaði að fara stutt yfir sögu vefnað. Þetta er auðvitað bara eins og sagan byrjaði í kljástennaverstaðnum sem var hér á Íslandi í 900 ár og síðan náttúrulega er vefurinn eins og Linda segir í skýrslunni. Textíll og vefur og prjón er náttúrulega búið að fylgja okkur í gegnum okkar búsettu síðan 874 á Íslandi og verið gríðarlega mikilvægur og ullin okkar eru þetta gullið okkar. Það er algjörlega á hreinu. Það er hægt að framleiða, það er hægt að búa til alls konar biotextiles og rækta efni og við má vita hvað, það er allt saman til og gríðarlega rannsóknir og framfæri í gangi heiminum í dag í þeim fræðum og við höfum haft nokkra textilistamenn hjá okkur á Blönduósi á Textilsetri sem hafa svona smám saman verið að gefa okkur innsýn inn í hennar heim sem var okkur svolítið framandi og það er einmitt að rækta litina, gera náttúrlegu litina, rækta litina inn í efnið og rækta efnið sjálft. Ein stúlka var hjá okkur sem að litaði, tók allt sorp hjá okkur, allar matarleifar, allt utan á ávöxtum og grænmeti og notaði það allt saman í liti. Og litaði sem sagt efni og prufur og gatn úr matarleifunum og það var ótrúleg litaflóra sem hún fékk úr þessu sem að við sittum í tunnuna sem við sortirum matarleifarnar. Nú auðvitað er ekki hægt að hugsa sér vefið að prjóna á þess að spinna. Í 9000 ár var halasnælda notuð, síðan kemur rokkurinn, síðan þessi handsnúna spunavél til Íslands og svo náttúrulega verksmiðjuspunnin sem er núna í Ístex. Og reyndar eru við komið með alveg dásamlega litla spunaverksmiðja, spunamillu sem er eða hvað heitir hún aftur? Já, akkurat, uppspunni. Nú, iðnvæðingin fór gríðarlega mikið gegnum textíliðnaðinn. Iðnbyltingin byrjar náttúrulega kringu 1750-60 í spunaiðnaðinum í Bretlandi. Síðan koma náttúrulega verksmiðjustólarnir og þið sjáu þarna 1875 kemur Powerloomið eða Power vefstóllinn sem var náttúrulega hér bæði hjá Álafoss og Gefjun alveg
tugi eða 100 af vefstólum hér. Nú síðan það 1850, í Bretlandi talið að séu 260.000 stólar. Þetta framleiðslan varð svo brjálæðisleg. Það var svo ofboðslega stór iðnaður. Síðan náttúrulega á 20. öldinu og 21. öldinu þá fyrir allt sem hann að færast til í heiminum og eins og hún kom svo vel inn á hún annars það sé að það náttúrulega gríðarleg offramleiðsla og við erum að framleiða jafn mikið eins og við hendum og það náttúrulega svakalega alvarlegt mál. Þannig að það eitthvað sem við þurfum að huga verulega. Hérna bara gamli, svona voru nokkrir á Vestmjónum og Akureyri en síðan voru líka þessi fínu stóli. Ég ætla ekkert að fara inn í þetta. Það sem svo skemmtilegt með stafræna vefinn sem ég mig langar aðeins til að koma mjög lítið inn á það það Jacquard vefstóllinn sem við fundum upp 1801 í Frakklandi. Hann í rauninni svolítið upphafið að tölvubyltingunni eða sjálfu tölvutækninni vegna þess að gataspjöldin sem eru í Jacquard-stólum náttúrulega upphafið að tölvutækninni í heiminum á 20. öldinni. Nú, þarna bara fyrsti upprunalegi stóllinn og síðan hinn Jacquard-stóllinn sem í Akademíunni í Łódź í Pólandi. Það ennþá verið að kenna gömlu gataspjaldatæknina og þeir eru með 8 svona vefstóla sem að nemendur í textildeildinni fara í gegnum og síðan þetta sett í punchkarti eða þið vitið spjöldin og síðan þetta aftur sett inn í digitalheiminn og framleitt í versmiðum í Pólandi. Hérna einmitt eitt af þessum verkum sem bara nemendaverk sem að byrjaði sem litlar teikningar eftir dóttur eins nemandans, var reyndar karlmaður í þessu tilfelli og hann lét fyrst gera hann protótípuna sína í Jacquard-stólnum og síðan lætur hann framleiða þetta efni fyrir sig í versmiðu. Nú, við þekkjum auðvitað sögu Álafoss í Mosfellsbæ 1870 og 1880, 96 og síðan 97 á Akureyri. Þær auðvitað fóru báðar yfir þessa versmiður enda gríðarlega stórar í sniðum og mjög ofurseldar því að hafa kaupendur og þegar að Sovjetir hrundi þá hrundi allur textiliðnaður í Evrópu meira og minna. Hérna eitt af þessum gömlu yndislegu teppum sem voru framleidd. Þetta 1944, alþingisárið, eða semst lýðveldisárið, þá var þessi teppi framleidd sem svona fyrsta íslenska hönnunin. Nú hérna gef ég Akureyri, en það sem gerist í þessum stafræna heimi í kringum 1985 til 90 þá fara að koma fram á sjónarsviðið forrit til þess að gera vef, bindifræðiforrit og það olli algjöru byltingu í vefnaði. Bæði í fræðunum, sjálfum bindifræðum og að vinna munstur fyrir vefinn. Þetta náttúrulega frá því að vera að gera allt sem að rúðustrykku blöð í höndunum sem var ofboðslega seinlegt og mörgum þótti mjög leiðilegt að þá þetta bara allt inn í tölvuforritum, þetta fullt af forritum. Ég noti yfirleitt Viewpoint eða Viewmaker fyrir utan Photoshop en það vídeo held ég þessi fyrsta forritið sem kom til sögunar og það bara eiginlega eftir löndum hvaða forriti verið að nota. Við þekkjum þetta þarna system sem úr Webpointinu og gríðarlegur vinnusparnaður og þægilegt tæki og þetta í rauninni varð síðan til þess að það var hægt að fara með tölvuna eða vefinn aftur inn í stafrænt umhverfi síðan verður 1995 eða 93 og 95 þegar verið að fara að gera tilraunir með það. Fyrst náttúrulega byrjar þetta í þessum hérna stólum sem eiginlega bara svona dobby tölvu, hálfgerðir, automatískir stólar. Þessir reyndar frá Kanada og líka AVL stólarnir eru frá Kanada líka. Gríðarlega mikla framfæri sem hafa átt sér stað í vefnaði sem einhvern veginn hefur voðalega mikið farið fram hjá okkur Íslendingum. Það var bara einhvern veginn eftir að MHÍ datt yfir að þá var eiginlega bara það var hægt að kenna vef, síðan var hann tekin upp aftur í myndlistarskólanum í Reykjavík í textildeildinni. Hann kenndur ennþá í einhverjum framhaldsskólum en það ekkert nám í rauninni, heilstætt nám á háskólastigi sem að tengist inn á vefnað eða vefnaðafræði. Það engin rannsóknar vettfangur í rauninni á háskólastiginu sem mjög bagalegt og ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum virkilega að huga að og laga í framtíðinni. Nú þetta fyrsti TSC1, hann norskur þessi stóll og í rauninni hugsaði sem svona millibjörn, hann hugsaði bæði fyrir hönnuði, fyrir vefara og fyrir listamenn. Þannig hann í rauninni ennþá þarf maður að skjóta skittun eða vera með einhvers konar gatti þess að vefa, hvort maður að gera myndvef eða venjulegt áklæði eða protótípu fyrir iðnaðinn.
Hann gríðarlega hraðvirkur, maður mjög fljótur af vefjan, þannig að þetta náttúrulega alveg ótrúleg tækni og allir sem hafa kynnst þetta TC1, síðan komin TC2, þessi týpa, og þeir algjörlega falla fyrir þessari tækni. Ég held að sé nú nokkru inni sem voru á námskeiðinu hjá mér í september. Þannig að það er eitthvað matsík við þetta vegna þess að maður getur í rauninni bæði verið þessi gamli klassíski handvefari, maður getur verið hönnuðurinn, maður getur verið listamaðurinn eða hvað sem vegna þess að stóllinn býður upp á alla þessa möguleika. Það sem þarf að gera, maður þarf að vera tileinka sér öll þessi nýju forrit eins og Photoshop og fleira, vegna þess í rauninni þetta allt unnið í gegnum Photoshop. Það bara tölva sem fylgir stólnum og maður bara kveikir á tölvunni og stóllinn fyrir í gang og maður byrjar að vefa. Og í rauninni að tölva sem stýrir nákvæmlega hvaða þræði fara upp og hvaða þræði fara niður. Þannig að það í okkar tilfelli 1320 höfuð sem þýðir það við 1320 möguleika á því hvernig við látum þræðina lyftast og opnast skilið. Þannig að það í rauninni allt hægt. Það er engin takmörk fyrir hvað sem maður getur gert. En þetta allt unnið í Photoshop í layerunum. Þannig að þeir sem kunna Photoshop fara inn í TC2 algjörlega bara 1, 2 og 3 og þeir krakkar, þeir unga fólk sem að ég hef sett og sýnt þennan stól, þau skilja þetta bara algjörlega á punktinum. Þau eru miklu fljótari að skilja þetta heldur en ég var, vegna þess að þau eru alin upp í þessu stafræna umhverfi og þau gera þetta bara eins og að drekka vatn. Þau bara fara inn í Photoshop, gera skjölin sín og byrja að vefa. Þannig að það engin fyrirstaða. Það gott að kunna vef og það er rosalega nauðsynlegt fyrir mig sem að kenna á stólinn að þekkja vefnaðarfræðin og allt það, en það alveg hægt fyrir bara hönnuði eða hvern sem að hoppa inn í TC2 og byrja að vefa í honum ef hann fær þá leiðsögn sem hann þarf til þess að. Og þetta auðvitað bara skjölin sem unnin maður getur komið á Blönduós og gert prótótýpur, látið framlega þær út í heimi, sendt bara fælin út eða skýrsluna eða skjalið út og látið framlega fyrir sig hvað sem Þannig að, en auðvitað okkar svona einhver hugsjón í einhverjum bjarma í framtíðinni svo að það verði einhver svona mínimilla hér á Íslandi sem að vefur hágæða íslenskt ullarefni sem að tengt inn á öll þessi alla þessa nýsköpun og nýju fræði. Við erum náttúrulega með brjálæðislega gott efni sem ullin, við þurfum bara að vinna hana betur. Það ekki hægt að setja einbandinn í þennan stól sem framleitt hjá Ísleif, það allt og lélegt, það bara allt og þunnt og virkar ekki, en það hægt að nota sennilega bandi sem að uppspun að gera. Þannig að okkur vantar betra íslenskt band. Svona þetta bara gert í Photoshop, maður safnar sér bara alls konar bindingum og síðan situr maður þau inn í skjölinn sín. Ef maður með 10 lagskipta fæl í Photoshop þá þarf maður 10 bindimunstur. Þannig að þetta bara eins og að lita inn í, þið vitið maður bara fyllir upp í layeruna sína í Photoshop, þannig að þetta ótrúlega einfalt og tæknin náttúrulega alveg geðvíkislega skemmtileg. Ég búin að fara frá því að vefa í kljástinu vefstaði í það að vefa í svona digital vefstól og mér finnst allt jafn skemmtilegt, allt jafn merkilegt og ég held að við þurfum að láta þetta haldast í hendur bæði fortíðina, nútíðina og framtíðina, ekki gleyma hvaðan við komum og hver við erum og sameina þetta allt saman í einhverjum góðum potti, en það væri náttúrulega, ég held alveg örugglega að sé lag fyrir það að fara að framleiða svona hágæða íslenskt ullarefni. Fyrir til dæmis bara tísku, fyrir alla fatahönnuna sem eru með á Íslandi. Við erum með prjónaefni, en okkur vantar algjörlega hágæða klassa íslenskt ullarefni. Það held ég að sé alveg framtíðin. Nú, allir þessi listamenn eins og Timis Greta Sörensen sem handhafi textílverðlaunanna skandinavísku 2017, hún vinnur eingöngu í TC1 og lætur síðan framleiða verkin sín fyrir sig í verksmiðju. Þannig að það eru svo ótrúlega hlutir að gerast. Hérna eru bara stafrænar vélar sem eru notaðar í heiminum í dag. Hérna fullt af, ég tíndi saman nokkra svona litlar millur út heim eins og Oreo-millan út í Bandaríkjunum sem var endurvakin af svona hugsjónakrökkum sem voru nýkomin úr textílnámi, ungir krakkar sem voru heilluð af vef og heilluð af hönnun og textíl og þau bara endur vöktu þessa verksmiðju og eru fann að framleiða og maður getur farið bara á netið og keypt af þeim. Þarna eru nokkra verksmiðjur
sem að og hér bara í rauninni digital vefurinn orðin eins og digital prentari. Það bara setur fælinn sinn inn í tölvuna í vefsmiðjuvél, þetta reyndar í Belgíu, þessi vél, og þessi í Oakland í Bandaríkjunum, alveg rétt. Og þetta sem sagt myndvefur eftir bandarískan listamenn og hann gerir allar skissurnar sínar, tekur ljósmyndirnar og gerir allar fælana, sendir það síðan til þeirra í Oakland vefsmiðjunni, Marisol vefsmiðjunni og þeir bara prenta í rauninni, prenta efnið hans. Þannig að og núna í dag nýjustu rannsóknir því að gera þrívítar vef og það í rauninni það sem í Fab Labinu og það ofboðslega margir spennandi möguleikar í Fab Labinu. Ég veit að þau í Breiðholti hafa verið í sambandi við þau út í Barcelona. Það fóru kennara frá okkur í VFMA á þetta námskeið sem hún Anastasia var að tala út í Barcelona fyrir 2 árum. Fab Labið í verkmenntaskólum Akureyri átti að vera text í Fab Lab en því miður á einhverjum tímapunkti þó breyttist það en nú svona aðeins verið að hverfa tilbaka og það allavega á að leggja áherslu á að það verði text í Fab Lab þar í framtíðinni fyrir framhaldsskólan og fyrir samfélagið á Akureyri. Nú Grayson Perry þekkið kannski mörg, hann gerir lætur framleiða allt fyrir sig í digital vefstólum í Belgíu. Þannig að heimarnir að það engar vegalengdir lengur. Við bara í tölvunum okkur, við getum verið að láta vefa fyrir okkur hvar sem og kannski getum við sagt þá þurfum við ekki að vera að vefa neitt á Íslandi eða vera með vefsmiður hér. En ég held samt að það sé gríðarlega mikilvægt að við hugum á textiliðnaðinum og séum líka með vef í einhverju mæli. Við erum aldrei að fara að tala einhverjar vefsmiður eins og Gefjun eða Álafoss. Ég held að heimurinn sé meira og minna að fara út í svona minni samstæður, það sem meiri svona lokal, verður global, skiljiði. Þannig að það í rauninni, og ég held að við eigum bara sem tækifæri, við erum ekki búin að sinna ullinni nógu vel á undanförnum áratugum. Einhverjar spurningar? Það eru bara rosalega miklar svona sprengjur í gangi í heiminum í dag í sambandi við textíl, í sambandi við náttúrulega umhverfisáhrifin, fótsporið, það ofboðslega skrítið að við skulum vera að flytja inn alla þessa textilvöru þegar við getum í rauninni sjálf gert þetta hér. Skiljið, það miklu minna fótspor, það miklu umhverfisvænna fyrir okkur að framleiða eitthvað hér en að flytja þetta allt saman inn. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að við hugum að þessu, bara út af þessum umhverfisáhrifum. Og svo erum við með sveppina, við erum með gróður, ég veit að íslenska fullt af íslensku plöntum hafa verið rannsakað mjög mikið í sambandi við það að láta að vaksa efni eins og litunamosinn og skófinnar og allt það. Þannig að það gríðarlega mikil gróska og unga fólki í dag fullt af svona hugmyndum. Þannig að það svo gaman að vinna með ungu fólki í dag, þau eru svo það svo mikið að gerast, það engar hömlur, það allt hægt. Nú, annað sem kannski bara allt í lagi að segja ykkur frá, þetta í Haslak í Austurríki, það sem eru heilu bókasöfnin eða svona arkæf af sýnisóðum og uppskriftum frá dögum vestmiðana sem voru í Haslak. Við eigum ekkert frá Álafoss og Gefjun, ekki neitt. Þannig að það svo mikilvægt fyrir okkur að fara að skrásetja fortíðina til þess að geta unnið úr henni í framtíðinni. Og við erum bara að gera þetta í svona mýflugmynd á Blönduósi. Þannig að það allan að fyrsta skref af því að gera svona online eða rafrænan gagnagrunn. Byrjum á vefnum og síðan vonandi kemur prjónið, útsaumurinn og allir þessi texti sem við eigum í kjölfarið. Ok, ég held þetta sé bara fínt. Takk fyrir. Næst Katrín Kárnadóttir, fórstuðum færdahöruna hjá Listaháskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Katrín. Hæ, ég heiti Katrín Kárnadóttir og ég fagstjóri í fatahönnun við Listaháskóla Íslands. Þakka ykkur fyrir sem ekki rokin en þá tíminn tæknilega séð búinn og ég ekki einu sinni síðust. Nú erum við búin að fara vítt og breitt og mér fannst einhvern veginn að það væri búið að segja allt sem ég ætlaði að segja en ég samt með aðeins annað svona sjónarhorn akkurat í þessum glærum. PC, hvernig
og en það sem að við erum búin að vera að gera í Listaháskólanum að þegar var stofnaður Listaháskólinn að þá var algjörlega ýtt út öllum textíl og við höfum svona verið að draga hann tilbaka og við höfum svolítið verið að velta okkur í ruslinu og þá endurvinnslunni og það alls ekki nýtt konsept svona kannski þekktasta og stærsta fyrirtækið Patagonia. Já, ég ætla að segja frá því að við erum búin að vera að fara í gegnum kennsluskrána hjá okkur frá aðtölu í öllum hönnunarbrautum eða sérst innan hönnunardeildar það sérst vöruhönnun og grafísk hönnun og fatahönnun og það sem hefur komið einhvern veginn út úr því tækni að styrkja okkar nemendur í tækni en mest af öllu hafa verið og bara svona rauð þráður í gegnum allt það eru umhverfismálin alls staðar það mál málanna og Patagonia það einmitt það fyrirtæki sem fremst í flokki á til dæmis Higgs index og fleiri svona kvörðum það sem að verið að mæla umhverfisvæni í framleiðslu frá A til Ö og en þess að geta að útivistafyrirtækin eru langt á undan tískufyrirtækjum í þessum málum og og þess vegna kannski ágætt að setja þessa glæru. Við byrjum á því að fara einmitt á Blönduós og að kynna okkur gamlar hefðir og ég hélt að ég get ég fengið presenter view á þetta? Já, flott, takk. Og við fórum, við höfðum áhuga og höfðum tilfinningu fyrir því að við værum búin að skoða og þenja hugmyndir með þeim tólum sem við höfðum, það var mikið í formum og öðru slíku og okkur langaði til að taka textílinn aftur inn til okkar og við höfum svona byrjað á því að velta okkur upp úr ruslinu og fórum einmitt og lærðum hjá Röggu að vefa og þetta the Shanghai Deep Blue Phantom Menace jakki. Þetta var nemandi á 3. ári sem að vefaði hvað sagði ég? Vefaði? Afsæk. Sem sagt jakka úr gömlum VHS-spólum og meðalengd kvikmyndar 250 metrar þar sé hún VHS og það tekur það bil jafn langan tíma að vefa úr vídeóspólum í þennan jakka og tekur að horfa á bíómyndirnar og við höfum svolítið verið að vinna í þessum tíma vinna í tíma og svona velta fyrir okkur sem hraða tískunar. Annað sem við höfðum áhuga á varðandi ruslið var að kynnast þessu magni og kynnast í hvað þetta væri og við hófum samstarf við fatasöfnin Rauða kross Íslands og það verkefni hefur verið í gangi núna keyrt það 3 ár og höfum ákveðið að keyra það 3 ár í viðbót og eins og búið að koma inn á og það var náttúrulega gríðarlegt magna af textíl sem að við hendum og jafn mikið og við framleiðum og það næst ekki að fara í gegnum allt en með fatasöfnunni þá gátum við fengið að gera óskalista hvers konar efni við vildum fá og markmiðið með þessu verkefni var að kynnast bara magninu kynnast gæðunum kynnast í hvað var hægt að gera við hann það náttúrulega liggur gríðarlega mikil saga í að fara í gegnum en að fatnað sem að fólk að henda hverju fólk að henda margt af þessu splungu nýtt margt af þessu gamalt við komumst náttúrulega að því hvað það var sem var mest spennandi að endurnýta það var náttúrulega gæðatextíll og mjög lítið á honum var nýr
En við notuðum samt allt og hér dæmi verkefni þar sem vorum að bíða eftir að fá efni frá Rauða krossinum og hún byrjaði bara að nota léreftsafganga. Við erum með svona textílpoka og þar sem að við sendum svo í Rauða krossinn allan afgangstextíl því hann seldur í kílóavís af þeim og hún byrjaði bara að nota þessa afganga og sauma þá saman og hér gömul svona rúmdýna, vindsængur, hér herrabuxur og taska og fóður sem hefur verið klift í ræmur og gerður nýr textíl. Hér fleiri buxur og jakkar og buxur þarna úr skyrtu og það sem að við það var margt annað sem við komum stað og við gerðum líka smá rannsókn á því og settum upp tískusýningu byrjum að setja upp tískusýningu og svo höfum við haldið sýningu þar sem fólk getur komið og fengið meira upplýsingar verkefnið, hönnunarferlið og líka stöðu mála á Íslandi, hversu mikið erum við að flytja út, hversu mikið getum við gert ráð fyrir að fara í ruslið og hvað þessi fatnaður og núna höfum við ákveðið að fara í meiri svona dýpri rannsóknir og meðal annars á sértækum fatnaði við erum að leita að svona nákvæmari upplýsingum ruslið eða þennan afgangsfatnað. Það auðvitað útbreidd hugmynd að fólk sér fyrir sér að þegar þú setur í gáminn að það býði einhver svona manneskja bara eftir að fá akkurat flíkina sem að þú ert að gefa en magnið náttúrulega bara yfirgengilegt og auðvitað ekki allur fatnaður endurnotaður og það kannski, við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta verkefni mun ekki breyta heiminum eitt og sér þannig þetta náttúrulega lærdómsferli fyrir nemendur og svo höfum við líka nýtt okkur það í að nota gamla aðferðir við handavinnu. Það heklað og það ofið og það prjónað og sníðagerð, þetta hefur verið mjög skemmtilegt til þess að vinna með sníðagerð og uppgötva ný form og mikið frelsi og ofanlega kaupið ekkert samvinskubit því að margir sem vinna við tísku þjást af samvinskubiti með meira svona circular kerfi, það mun það vonandi breytast. Hér eru gamlar gardínur orðnar að við förum bara í gegn. Pappír hefur einnig verið notaður til að blanda með textíl og gamla aðferðir eins og smokking og þetta bara rúli gegnum þessa myndir en það sem við líka verið að horfa til að úr fatnaði og þetta allt saman auðvitað fatnaði sem ekki endursöluhæfur. Við fáum ekki fatnaði sem heill og hægt að selja á fullum prís í Rauða kross búðunum. Við fáum götótta fatnaðinn með ónýta fóðurinu og reynum að gera eitthvað úr honum og við horfum á þetta sem svo að þetta sé leið til þess að búa til einstakar flíkur að þær séu verðmætar að halda við færni í sníðagerð og handverk þróað áfram og þekkingu við haldið vegna þess að þó að alls konar ný tækni komi til að þá finnst okkur mikilvægt að halda einnig til haga því sem að áhefur unnist nú þegar og mögulega tengja svona flíkur við staðsetningu hvar staðsetur fólk sig í samfélaginu að það þykji einhvers virði handverkið að nýju. Þetta eru Lulu Textiles frá Kanada auðvitað horfum við líka á hluti eins og Cradle to Cradle þar sem að það hugsað þegar textíll í búinn hvar hann endar og þá í rauninni industrial lúpan, gerviefnin,
hvar þau byrja að þau geti haldið áfram í hringrás og svo auðvitað líka lífræn efni að þau séu annarkvort og náttúrulega endurvinnanleg en svo fyrir rest líka að geta þau brotna niður í náttúrunni og sé ekki búið að skaða þau með alls konar litunarefnum og það eru auðvitað alls konar treatment þegar vera að framleiða efni og sérstaklega ofinefni. Þarna sjáum við að recycle neðst. Þetta þetta finnst mér ágætt. Rethink, refuse. Það náttúrulega auðvitað þurfum við að hugsa hlutin upp á nýtt. Þetta klárlega ekki kerfi sem að ganga upp. Refuse, það bara að neita auðvitað. Til dæmis alls konar auglýsingafatnaður og hitt og þetta sem að hálfpartinni tróðu upp á manna að hafa vitað því að afþakka slíkt. Reduce, það náttúrulega bara að velja vel og svo endurnota og svo síðast recycle. Ég hefði viljað, þetta 60s mynd frá Pierre Cardin og við erum alltaf að velta fyrir okkur framtíðinni og hvernig hún mun líta út. Hún mun örugglega ekki líta út eins og við höldum að hún muni líta út. Pierre Cardin, þetta eru sem sagt hjúkrunarfræðibúningar 60s. Svona sá hann fyrir sér að allir hjúkrunarfræðingar yrðu í framtíðinni. Það ekki alveg svo. Framþróun hefur eiginlega frekar orðið hérna. Þetta eru microfibers í gerviefnum, að þróunin hefur frekar orðið svona ósýnilegri og þá meira í alls konar eiginleikum efna, hvernig þau færa svita frá líkamanum og halda við hann og styðja og alls konar svoleiðis. Þannig að við áttum okkur á því að hlutirnir að breytast og við viljum bæði vinna með handverk og svo viljum við náttúrulega líka vinna með Lindu og FabLab. Kannski að ég bara minnist á það líka að við höfum líka áhuga á auðvitað ullinni og áhyggjur eða svona, já, okkur ekki sama, það tækifæri fyrir okkur að því að fæstar flíkur sem að við eigum í dag, að ég á bara eina flík þar sem ég veit hvaðan hráefni kemur, hvar það var spunnið, hvar það var prjónað og það var bara því að ég veit að það var einu sama konan á Grænlandi sem að ég keypti peysuna af, hún átti þessa kindur, hún rúði þessa kindur, hún spann bandi sjálf og prjónaði peysuna, ég keypti hana bara beint af henni. Það eina flíkin, en þetta er svona sem fleiri að velta fyrir sér að fólk vil kannski vita meira hvaðan þetta allt saman að koma og gegnsæra allt saman varðandi framleiðsluna og svo þetta kolefnisfótsporið gríðarlega mikilvægt. Og við erum líka að skoða, við vorum að fá Horizon 2020 styrk líka fyrir stórt verkefni varðandi fiskiróð og við erum reyndar verandi lítill skóli, ekki stærsti aðilinn í því verkefni en mikilvægur aðili þegar sem við erum í samstarfi líka við Sjávarlegur og Sauðárkróki og við verðum með event á Blönduósi líka og og það eru líffræðingar sem taka þátt í, þetta auðvitað mikið eldisfiskur og það verið að rannsaka hvernig hægt að gera það sem best, hvernig hægt að vinna sem best skinnið, þá líka 3D printa á það, þá líka búið til digital printa á fiskiróðu og gera 3D simulator hvernig efni getur mögulega fallið, efnaverkfræðingar að hugsa hvernig á að líma efni saman í staðinn fyrir að sauma, þannig að það er margt spennandi í deiglunni og við sannarlega horfum til þess hjá Listaháskólanum að missa ekki af lestinni með allt það. Þá bara þakka ég fyrir mig. En við erum með annan góðan fyrirlestara, Birki Ormabóta og Fatahönnu, Signý Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Signý Gunnarsdóttir og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu verkefni hérna hjá mér sem
ég byrjaði á seinasta ári. Þetta byrjaði reyndar í Listaháskólanum, sem sagt ég var hjá Kötu að læra og þetta út frá BR-greininni minni, þannig ég skrifaði möguleikana á silkiframleiðslu, silkiræktun á Íslandi og ætlaði að komast að því bara hvort þetta væri hægt og já, hvar ég myndi reka mig á vegg og ég komst að því að það væri hægt að rækta silkjórm á Íslandi, var ekkert mál, þannig að ég bara ákvaði að skella þessu í verkefni og fekk styrki frá, ég fekk frá átaki til atvinnusköpunar og uppbyggingarsjóði Vesturlands, þannig að síðastliðið ár ég búin að vera að vinna í þessu sem sagt, búin að fá áhættumat á þetta náttúrulega ný lífvera sem maður þurfti að flytja inn, þannig að það þurfti að vera áhættumat ef hann sleppur út í íslenska náttúru, en hann náttúrulega gerir ekki neitt, þetta afskaplega saklaus dýr eins og þið sjáið. Og já, ég byrjaði sem sagt á því að fara, ég kannski segja ykkur frá, þetta sem sagt bombuxmóri, þetta algengasti silkiormurinn sem í ræktun í heiminum í dag, 90% eða meira alls silkis frá honum. Þetta bara svona commercial afbrigði, hvítt, fallegt silki og bara þannig að nú veit ekki alveg hversu mikið fólk gerir sig grein fyrir silkiorminum og hvernig þú færð silki. Þetta byrjar sem sagt með eggi sem klekst út svona á 10 dögum cirka, kemur svona afskaplega lítill bara 2 millimetra langur ormur sem fer hann í gegnum hamskipti þangað hann orðin stóri eins og við sjá hérna neðst, myndar utan þessu púpuskel, fer svo yfir á umbreytingarstigið hérna. Fær að verða fiðrildi, kvendri verpi svo og aftur eru komið með egg og í rauninni, má ekki labba frá þessu, í rauninni þú veist hérna, það sem púpan komin, hér ég að nýta silki, hérna fer hann í hitun, hérna deyr hann sem sagt og þá get ég nýtt silkið út af því að í rauninni þannig orm hægt að nýta í rosalega margt. Hérna, ef ég nýti silkis þá náttúrulega ormurinn hérna komin í skel inn í, þetta náttúrulega hægt að nota í matvælaframleiðslu, þannig að þetta algjörlega sjálfbært dýr í rauninni. Og þannig að það bara svona, það valin flottustu púpunar fá að verða fiðrildi og koma með egg. Það alltaf bara, þetta bara eins og með kindurnar að það bara sérvalið. Og ég byrjaði sem sagt seinasta hausta að fara til Búlgaríu, að það rannsóknarstöð þar sem að sem sagt að það genabanki fyrir bara rosalega, 100 afbrigða af silkiorminum. Þannig ég fekk að sjá svona, fyrst að ég þurfti náttúrulega að fá að vita hvort ég geti haldið á þessu dýri. Og það var alveg hægt. Hérna eru mórbyrjatré. Hann sem sagt lifir eingöngu á mórbyrjalaufi. En samt náttúrulega ekki alveg, út því að það hægt að búa til, hægt að taka sem sagt mylja niður, þurrka þau, laufin, mylja niður og búa til svona kæfu. Og þá getur hann í rauninni út til mórbyrjatré, þau vaxa ekki á Íslandi, þannig það það sem ég þarf að gera, ég þarf að kaupa fæði erlendis frá, búa til þessa kæfu og þá get ég látið orminn lifa. Og hann sem sagt, hérna sjáu þið hvernig aðstæðan út í Búlgaríu og hérna þau sem sagt rækta upp af laufum, enda eru þau með tré og þau ná að rækta einhverja 3-4 lotur á ári. Hérna sjáu þið kæfuna til hliðar og mjög litlir ormar hérna fyrst. Lengst þarna þá ég að horfa, þá ég að halda á þetta eru svartir tígristormar, hvítir, svo venjulegt og ég gat alveg haldið á þessu þannig að þá var það bara góð, þá hélt ég bara áfram. Hérna þetta eru afskaplega stór laufblöð mórbyrjatrén. Það einmitt til dæmis eitthvað sem ég þarf að prófa næsta ári, það bara að planta út tré og bara skýla því, setja eitthvað yfir það og sjá hvernig það vex. Hérna geymslan, hvernig það eru geymdar púpunar, flokkun, þetta náttúrulega allt rosa gamaldags. Og þetta kannski ekki alveg það sem að ég sé fyrir mér hjá mér, en það náttúrulega verður að vera miklu hraðara og miklu svona afkasta meira. Hérna sjáum við eggin á spjöldum, hvert kvendýr sett á svona, sett bara undir kúpu og það fær bara að fær að verpa eggjunum. Síðan eru þau geymd, síðan eru svona rannsóknir gerðar á móðurfluginu út frá smiti, hvort það sé verið að bera smitt áfram. Og ég sem sagt kom heim bara reynslunni ríkari
og sem sagt með þessa ræktun bara í bílskúr í Grundarfirði, eins og Anastasia sagði, þetta byrjar oft í bílskúr bara. Já, þá náttúrulega fekk ég bara send egg frá Búlgaríu og já, þetta byrjar bara þannig að þau bíða í einhverja 10 daga, síðan klekjast út svona afskaplega litlir ormar. Ég bý til kæfu sem gefa þeim. Og já, og þetta á tilraunastigi bara hjá mig núna. Ég ekkert að fjölda framlega mikið, ég að vinna í hráefninu núna. Þannig ég að athuga hvort ég get komið íslensku hráefni. Ég náttúrulega ákveð að velja einhver sem vex allan á sinni hring á Íslandi sem ekkert nema neðan sjávar, það náttúrulega þari á þang. Og það þaraverksmiðja á Reykhólum sem ég ákveða svona nýta og að setja inn í þara á þang. Inn hjá þeim, athuga hvernig þetta virkar. Þeir þola, annað betra. En síðan náttúrulega hefur þetta allt með aðstöðuna sem ég með að gera. Þannig að þegar þarf rétt hátt rakastig og í rauninni hátt hitastig líka. Og síðan þarf maður alltaf að stjórna því rosalega vel eftir að því á hvaða stigi ormurinn hvort að maður sé að fá bara alltaf flottasta orminn, hvort hann sé alveg að lifa vel. Þannig að þetta veltur líka svolítið á mér að ég sé að standa mig, sé mér nógu góða aðstöðu. Hérna eru orðnir stærri og síðan þegar þeir eru tilbúin að púpa sig, þeir verða alveg svona langir, verða nefnilega alveg ágætis svona biti, þá setur maður þá í svona hólf, reynir að koma fyrir, þeir eru svolítið óþekkir, þeir náttúrulega vilja leita í einhver stað sem að þeir ná að spinna. Og eins og ég segi, ég náttúrulega ennþá að læra aðeins inn á þetta, þannig að þegar ég var komið fullt af púpum og allt í nú komið fiðrildi, þannig að voru að myndast púpar á of löngu tímabili, þannig að þegar maður er mjög góður í þessu, þá eru bara púpar á 2 dögum, þá þetta bara allt samkvæmt dagskrá. En já, það ekki alveg svoleiðis kannski núna. Og hérna til dæmis ormur, þetta mjög löng fjölskyldu myndböndin hjá mér núna, að þetta tekur alveg daginn, þannig að þið fáu ekki að sjá mikið af þessu. Það vind. Hann býr til svona 8, endalaust bara. Það svona svolítið sorgleg tilvera hjá honum. Hérna þetta svona kvendýr sem ég veit ekki hvort ég get hraðað þessu. Já. Þetta einum og langt, en hún að reyna að vandræðast að komast út. Hún náttúrulega að uppfylla eggjum og já. Svona maður sem maður að horfa á, maður alveg bara eitthvað svo íþróttaleikur, sko. Viltu ég geti hraðað þessu? Já, það liggur við, sko. Þetta Þau ekki bara halda áfram. Jú. Og já, svoðan það hvað þetta? Já, þarna svona líffæri sem hún sendur út feromón og til þess að laða að sér kallinn og síðan bara fer allt í gang leið og þau bara í rauninni koma úr púpu, þá tengjast þau saman og hún fer svo og verpir eggjunum, hún festur þau svona niður. Þetta eins og einhver dýr, ég veit ekki. Og já, síðan bara í rauninni það sem ég hita púpuna, ef fiðrildin kom ekki þá náttúrulega hita ég púpuna og þá bara geimt það í 2 mánuði eða lengur. Þetta sem sagt, þú veist, þegar maður fer að vinna silkið af, þá þetta bara hitað í potti. Þið sjáu náttúrulega, þú veist, þræðina hérna, að þú veist, 1 þráður, hann sérst eiginlega ekki. Þannig ég þarf að taka alveg af 10 púpum til þess að fá bara minnsta þráð og hann náttúrulega ekki sterkur. Þannig að þú veist, það er gott að taka af 20 púpum saman í 1 þráð og nú ég náttúrulega bara með halasnældu og þú veist, reyndi við rokk og þú veist, það eru sérstök tæki sem þarf fyrir þetta. Þannig að næsta skref hjá mér bara að kaupa litla vél sem bara vinnur þetta. Þá ég bara að horfa og svona passa púpuna fara ekki upp. Þannig að þetta svona, já, ég ekki að fá nógu góðan þráð og hérna allt farið, þú veist, þetta ágætt, þetta handspunnið, hérna allt farið í flækju. Þarna reyndi ég að binda allt saman, þannig að þetta væri ekki, leið maður missir þráðin einhvert, þá svolítið bara svona ónýtt. Þannig að maður þarf alveg að fara mjög vel með silki sem kemur af og bara passa upp að það flækist ekki neitt. Hérna aðstæðan sem sagt hvernig hún byrjar, síðan þarf ég að fara að byggja bara, já, stærri svona búr ef ég ætla að fara í eitthvað fjölda, að framlega fjölda.
Og silki sem sagt, já, hefur alltaf verið í textil. Þetta eins og þetta kemur bara úr verksmiðjunni og hérna það bombyx og önnur sem sagt villt afbrigði sem eru svona grófari og aðeins öðruvísi. Og þetta þú veist, þetta efni náttúrulega bara lúxusefni. Þetta, þú veist, þetta glansar, þetta tekur við lit, þetta fellur fallega og já, það hægt að gera rosalega þunn efni. Síðan, þú veist, maður sér bara eins og þessum kjól. Þetta bara guðdómlegt tráðni sem hægt að gera rosalega mikið við. Að þetta hefur náttúrulega verið, já, mest bara í textíl, en undanfarna svona 1-2 áratugir þá búið að vera að, já, það eru mikla rannsóknir í líftækni og lyfjaiðnaði búin að eiga sér stað og þá verið, þú veist, það hægt að búið til gel úr þessu, svona svampa, túpur, það hægt að, já, svona mikrospírs og filmurnar, það hefur verið, þú veist, þannig þetta áróslega vel við í líftækni og í líkamanum. Filmurnar, það hægt að, þú veist, búið til kornea, hvað þetta, himnu, já, það búið til svoleiðis, microspheres, það verið að rannsaka það með til þannig lyfjagjafar, þannig að það voru bara lyfin húðuð með silki, fara inn í líkamann, komast í gegnum magan og frásóðast þá bara miklu betur. Túpurnar, þú veist, það þetta búið til æðar sem fara bara inn í líkamann, eða vantar eitthvað, þú veist, barnaæð rosalega fína, þá það bara prentað. Svamparnir, þá hægt að setja, ef þú þarft að byggja upp bein eða brjósk, og þannig að það hægt að gera rosalega mikið við þetta. Hérna litarefni búið að bæta við fæðuna og þetta kannski, þú veist, gerir þetta eins umhverfisvænna að þú ætlar að selja silki til kaupanda sem vil lita bleikt, að þá bara búið að lita silki bleikt og síðan kannski lita þú bara smá. Þannig að þú veist, þetta umhverfisvænna út af því að litun á efni mengandi. Hérna búið að 3D prenta með bioink nef sem hægt að gera eyru og já, síðan alltaf bara eins og hérna en það að búa til hvað sem grind úr silkinu sem að stofnfrumum svo sprautað inn í, síðan bara fjölga þær sér, fylla upp í, mynda sjálfgrind og eru svo bara endan orðnar að beini eða orðnar að brjóski og já, líkamann bara fyllir inn í þetta. Hérna, þetta enda köngulóarsilki, rosalega fýtt jakki, en meðfram sem sagt rannsóknum á silkiorminum, þá náttúrulega verið að rannsaka köngulóarsilki líka, þannig að miklu sterkara, en þú veist, það vil enginn rækta köngulær, það eru svona árásakjarnar, þannig að þetta eiginlega búskapur sem frekar óraunhæfur, þannig að þar verið að reyna að koma kannski köngulóarsilkinu yfir í silkiormin, eða það hefur reynt að setja þetta yfir í geitur og það mjólk á köngulóarsilki. Þannig að þú veist, þetta náttúrulega alls konar verið að já, nota líffræði og dýr fyrir textíl, fyrir hvað sem Hérna sem sagt hægt að húða matvæli með silkihimninni, þá endast þau betur. Hérna bein, svona 3D, nei, já, þetta skrúfa sem sagt, úr silki, hún fer inn í bein, tengir eitthvað saman, síðan eyðist hún bara þegar beinið búið að taka yfir og hverfur bara líkamanum. Hérna sem sagt, já, rafrás sem hægt að prenta, líma í silkihimnu. Þetta hægt að setja þá inn í líkamann sem þá, ég veit ekki hvort að veita taugaboð eitthvað og það leysist upp bara á stilltum tíma, eða það hægt að ákveða það hvenær. Og þetta, já, þetta einhver prentuð hauskúpa sem enginn þarf, þetta bara svona konsept. Og já, hérna sem sagt, silkiormar, þetta eitthvað verkefni á MIT og þá var það bara búin til svona kúpull og silkiormar settir yfir og bara séð hvernig þeir myndu fylla upp í þetta. Að sem sagt, já, að silki bara sem hráefni að fara inn í líftækni og þú veist, það sem endurútgotast sem hráefni, bara hvað hægt að gera við það. Og endanum alltaf á það eftir að koma aftur yfir í textílinn á nýjan hátt, þannig að við kannski, við munum alltaf vefa falleg efni, en við erum kannski mögulega að fara 3D prenta með þeim efni, já, blandaði við eitthvað annað, þannig að þú veist, já, þetta mjög svona athyglisvert og verður fróðlegt að sjá bara hvað gerist í framtíðinni með þetta. Það verður alveg uppfylltur af hugmyndum og nýsköpun og framþróun með hverju öðrum sem hér. Það er ekki spurning um það. Elsa Arnardóttir, forstöðukona hjá Þróunarsetri á Blönduósi, ætlar að segja hérna lokaorð. Við viljum þakka Þróunarsetrinu sérstaklega fyrir samstarfi. Þekkingarsetrinu. Þekkingarsetrinu, hvað sagði þið?
Það skiptir ekki máli. Jæja, það kom alltaf til skila. Gjör svo vel. Anastasia, our innovative guest from Spain, and all of you that have given us glimpse into the future and insight into the digital textile. Thank you. Takk fyrir ágætu þolinmóðu málstofu gestir og kæru samstarfsaðilar hjá Nýsköpunarmiðstöð. Og þakk sé ykkur öllum, þá hefur þeim spurningum sem við samstarfskonurnar í textílnum á Blönduósi, við erum að reyna að samla þetta, þannig að þetta hætti að vera svona ruglingslegt. Og við höfum núna miklu fleiri spurningar og kannski færri svör og það er örugglega bara gott. Og við erum einmitt að vinna í því þessa dagana að marka okkur skýrari sýn og stefnu með því að setja textílinn í fókus. Því er það afar dýrmætt fyrir okkur að taka þátt í málstofu sem þessari og ég held að það sé augljóst að við erum bara fljótlega að halda aðra. Og tæknin og umhverfismálin er að breyta sýn okkar á hlutina og eitt af því sem við þurfum að hafa að leiðarljósi í okkar störfum er að þróa okkur frá þeim ómanneskjulegu og mengandi framleiðsluháttum sem því miður er allt og algengir. Ég vil fyrir hönd okkar í textíl- og þekkingasetrinu þakka ráðherra og fyrirlesurum fyrir innlegginn og ykkur hjá Nýsköpunarmiðstöð fyrir samstarfið, en samstarf er lykillinn til þess að komast áfram inn í framtíðina, leysa umhverfismál og slíkt. Þá þurfum við að vinna saman, græða allir á samstarfinu og bara verið velkomin.